skiptir miklu máli að fá fullt af fólki og síðustu leikir hérna í Evrópukeppni bæði hjá karla og kvenna hafa náttúrulega verið fyrir framan fullt hús af fólki og mikil stemning, það skiptir miklu máli. Já, það maður svona alltaf að tala þetta, þannig að þetta bara líka mikið af sjálfboðaliðum og stjórnin að standa sig gríðarlega vel og félagið og mikið af fólki að koma úr öðrum félögum og annað og glæsileg veisla bara, tónlistaratriði og flott vipp og fyrir og eftir leik og dúkurinn núna og ljósarsjó og tónlistaratriði, þannig að þetta svona event, þetta bara flottu viðburður og fengum einmitt fullt hús hjá stelpunum líka á móti rúmensku liði. Við vorum með glæsilega umgjörð í atvinnuleikjum í vetur, núna tjöldum við aðeins meira til og sendum dúk á gólfið. Þannig að það gefur mjög mikið að sé mikið af fólki og við þurfum á því að halda. Þetta er þannig leikur að ég held að það myndi gefa okkur góða orku að fá góðan stuðning frá Völsurum og frá bara handboltahreyfingunni. Fyrir utan hvað það skiptir svona bara handboltan yfir höfuð miklu máli? Já, þetta er nefnilega alltaf þannig. Bæði það bara ná árangri, held ég að ýta undir bara allar íþróttagreinar, bara hinn íslensku handboltaliðin og svo bara fótbolta og körfu og svo gefur þetta alltaf bara stig og bæði góður árangur í Evrópukeppni og hjá landsliðum. Þetta tikkar alltaf, við séum að taka þátt og séum á árangri og fyrir utan það alltaf, þetta er rosa stórt, ég bjóst ekki við því árið 2017 þegar maður datt út í undanúrslitum að maður fengi aftur kannski standi í þessum sporum og það er bara gríðarlegur heiður og forréttindi og maður verður svona dálítið þetta er bara, ég vona að sú reynsla hafi verið áður hjálpi núna, þetta er bara veisla.